Leikfélag Menntaskólans á Egilsstöðum setur nú svið uppfærslu á söngleiknum Thriller. Verkið er frumsamið eftir nemendur og leikstjóran Ísgerði Gunnarsdóttur og fjallar krakka í menntaskóla sem eru að reyna að eiga þessi bestu ár lífsins. En gallinn er að skólatíminn hefur verið styttur í 3 ár, án þess að hafa verið rætt við þau sérstaklega og án þess að námsefnið hafi eitthvað verið minnkað, sem gerir það að verkum að álagið er að buga þau. Á sama tíma eru þau að reyna að móta sig sem sjálfstæða einstaklinga, leysa úr flækjum ástarlífsins, finna út úr áskorunum félagslegra mótunar, persónuþroska, kynhneigð, já, og þá tímu snjallsíma og samfélagsmiðla. Það er alveg ljóst að það er ekki einfalt að vera unglingur. Það byrjaði með því að við bara vorum ekki með neitt. Við vorum búin að ákveða við vorum búin að leita að verki svolítið lengi og svona búin að rekast á veggi í því, svona ekki alveg nógu sáttar við hitt og þetta og svo ákváðum við að Thriller gæti verið skemmtilegt og það eru til 2 handrit af því fyrir sem að Versló hefur sett upp og við urðum svona allar svolítið spenntar fyrir því, skemmtileg tónlist og svona og svo vorum við að lesa handritin og þá vorum við svona kannski ekki alveg endilega á því að nota þau í heild sinni og þær voru svona að senda á mig alls konar breytingar og það var orðið svona það mikið að ég spurði þær bara, en við bara búum til okkar eigið. Og það var svona fyrst kannski smá óöryggi gagnvart því, en svo ákváðum við bara að láta slag standa og gera það. Og þá í rauninni bara byrjaði ég að koma og halda námskeið hérna og þá byrjuðu bara svona að kynnast hópnum og byrjuðum í svona spunavinnu. Og ég setti þeim fyrir alls konar verkefni í sambandi við spunana. Og svo vorum við að því í svona 2 vikur og þá fór ég meðfram því og eftir það fór ég að skrifa handrit upp úr spununum þeirra. Og svo þegar það var klárt þá fengu þau handritið tilbaka og fóru yfir það og svona ákváðu hverju þau vildu breyta og svona það er náttúrulega sumt sem að þegar þetta gerist í menntaskóla og þau eru náttúrulega í menntaskóla þá er svona kannski einhver orðaforði og einhver svona lingó í sambandi við skóla og alls konar sem að, eða bara einhver dýnamík í kringum ákveðna karaktera sem þau vildu hafa ákveðið og þannig að við erum búin að gera tilboð fram og tilbaka og endum síðan bara með þetta handrit sem við erum núna komin með og erum búin að negla það þannig að það er læst og við erum hægt að krukka í því sem er svolítið svona erfitt þegar maður er búin að vera alltaf að breyta einhverju og svona stoppa sig af í því, En við síðan endum við líka á að vera búin að gera texta við flest lögin, nýja texta, af því að það einhvern veginn að flétta saman texta sem fjalla eitthvað annað úr einhverju öðru verki inn í okkar verk sem var orðið að einhverju öðru það var bara orðið svolítið flókið, þannig að það var eiginlega auðveldara fyrir mig að búa til nýja texta heldur en að nýta þá. Ég veit ekki. Það er ekki að hann sé giftur. Nákvæmlega. Það er ekki búið að setja ringa á hann að butta. If she liked it, she should have put a ring on it. Listin er náttúrulega svolítið svona tækifæri til að koma skoðunum á framfæri og skilaboðum á framfæri og spegla samfélagið og svona bara, segja eitthvað sem skiptir þeim máli. Þannig að þau eru búin að gera það og það var í rauninni svolítið það sem ég spurði þau, hvað skiptir ykkur máli, hvað langar ykkur að segja, því að ef við erum að fara að semja þetta, þá ættum við að nýta tækifærið og segja eitthvað sem þau vilja segja. Já, ungt fólk hefur sína rödd og skoðanir sem þau þyrstir í að koma á framfæri. Listinn kemur þar inn sem hentugur vettvangur til þess að tjá sig, en síðan þarf líka einhver að hlusta. Einhver eða helst við öll, því öll eigum rétt á okkar skoðunum. Að koma að það búið að segja við þau bara, þetta eru skemmtilegustu ár lífsins og bara bestu ár ævinnar og eitthvað og svo það bara eitthvað, ok, þetta eru bestu ár lífsmíns og svo bara eitthvað, en ég er að drukkna í skólanum og bara ég hef ekki tíma til að eiga þessi bestu ár lífsmíns, hvað er ég að gera, og það er eiginlega svona, maður svona velti því fyrir sig hvort það sé rétt að það hafi kannski verið farið, og eða bara að, ég veit ekki, hvort að einhver spurði þau, hvað finnst ykkur að stytta skólann? Hvort að einhver hlustaði á ef að þau voru ekki sátt með það? Ég veit það ekki, ég var ekki að fylgjast með því það grannt, en það virðist ekki vera. Að hlusta er nauðsynlegur hluti svo samtal geti átt sér stað. Málefni unga fólksins skipta okkur öll máli, sama hvað aldrei við erum. En hverju skildu áhorfendur sem eru tilbúnir til þess að mæta, hlusta og njóta eiga von á?
Þau hafa von á mikilli tónlist og skemmtun og flottum dansatriðum og skilaboðum frá kynslóðinni sem að þau vita kannski ekki endilega hvað er að hugsa.